Ástæðan fyrir því að við erum á Isuzu D-Max í dag er sú að mig vantaði fyrirtaks ökutæki til að draga hestakerru til að flytja 2 klára frá Vesturlandi yfir á Suðurlandi. Réttara sagt úr Borgarfirðinum yfir í Biskupstungum. Þessi dísilvél er miklu meira svona John Deere frekar en Rolls Royce. En það er allt í lagi. Þeir sem að kaupa þennan bíl hafa engan áhuga á því að hafa einhverja rosa fáaða dísilvél. Þeir vilja bara fá vél og bíl sem er með hellingstóg og getur dregið það sem hann þarf að draga. Þessi bíl getur dregið 3,5 tonn, þannig að það ætti að vera feiki nóg fyrir allt það sem maður þarf að gera. Það er tæplega 2 lítra dísilvél í þessum bíl sem skilar cirka 163 hestablum. Það er hægt að fá hann beinskiptan og hægt að fá hann sjálfskiptan. En það sem er á Lux-típunni, að þá er hann sjálfskiptur þessi. Og þessi er með öllu sem að hægt er að fá úr umboðinu. Hérna erum við inn í I4 Williams hestakerrunni. Hún heitir svo mikið sem nákvæmlega I4 Williams HBX 511. Þannig að þið farið niður í Víkavagna og biðið bara nákvæmlega þessa kerru. Hún kostar rúmar 2 milljónir. Þessi kerra er framleidd út í Bretlandi og er þar af leiðandi framleidd fyrir stærri hesta með svona þessar mið-evrópsku hesta í huga, þannig að það er hátt til lofts. Þar með sagt er rosa auðvelt að koma 2 íslenskum hestum hingað inn, en það er líka hægt að færa innréttinguna þannig að það kemur 3 hrossum á ská. Hún er búin til úr áli og plasti og þar af leiðandi óbúðslega létt. Hún er ekki nema ykkur 800 kíló. Hingað inn hefur engin hestur komið ennþá. Þannig að góð leið til að liggja hérna á gólfinu og skoða efnin. Þetta er svona gott gúmmi, þannig að þetta er svona stamt og gott fyrir hestinum að koma inn í. Hún er einnig gríðarlega opin og ljós er hægt að opna inn og hafa bjart. Svo líka kosturinn með þessa kerru að það er hægt að opna hérna framan, þannig að hesturinn getur gengið beint út og það er ekki að biðja hann um að bakka aftur. Hann er eiginlega bara ágætlega vel hannaður almennt bíllinn. Þetta er skemmtilegur staður að vera á, hann er fallegur. Mér finnst hönnuninn betri, flottari enn í Nissan Navara til dæmis. Þetta er svona þægilegri bíll að vera á. Hann kemur með öllu svona helstu, öllu svona helstu öryggisbúnaði sem að nútímalegir bílar hafa. Hann er með svona radarvara, þannig að þegar þú kemur á nálægt hvítu línunni að þá hristist stýripínu. Það er svona pínu eins og að þurfa að jafnvægisstilla hann. Ekkert svona píp eða eitthvað svona pirrandi, bara svona rétt svona ditt sem að segir manni að vara sig. Í speglinum eru svona skynjarar sem að segja ef þú getur tekið fram úr eða ekki, eða hvernig þú mátt beygja, svona varnarljós sem að blikka þegar að blindipunkturinn er, blindur. Það er svona pínu, maður er pínu sérstakur á Isuzu. Þú ert ekki eins og allir hinir sem er á Hilux eða Navara eða einhverjum amerískum pick-upum, þú ert á Isuzu. Það er bæði fyndið, en samt grjóthart.